Hjartanlega velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag erum við í Stúdíó B, það mikið að gera hérna á samstöðinni, þannig að við fundum okkur tíma hér með honum Þórarinn Eyfjörð. Velkomin Þórarinn, takk kærlega fyrir að koma. Já, bara kæra þakkir fyrir að bjóða mér. Þórarinn er formaður Samhengis og við ætlum að spjalla eins verkalýðshreyfinguna, félagsstarf, menntun, mikilvæga menntunar í félagsstarfi, en áður fyrir þangað Þórarinn að þá var ég til að heyra eins frá þér þessa umræðu orlofsuppgjörinn við Dag B. Eggertsson borgarstjóra, fyrrverandi borgarstjóra. Hann fékk hátt í 10 milljónir greiddar í orlof við lok starfs og fréttir hafa komið einmitt að aðrir sveitastjóra líka hafa fengið sambærilegar upphæðir. Það sama gildir nú ekki Jón og það sem gildir séra Jón? Nei, það sem við erum að sjá í þessum uppgjörum er eitthvað sem að okkur leiðist nú ekki að sjá. Verðum að segja alveg sama hver, og það er óháð því hverju hlut á í rauninni. Það er að segja, við höfum alltaf haldið því fram í verkalýðshreyfingunni og stéttarfélögunum að áunnin orlofsréttur, að hann er eign sem er ekki hægt að fyrna bótalaust. Þetta er eign sem að getur verið með tvenns konar hætti, annarkvort getur þau tekið orlofið og nýtur þá þess að vera í fríi og ert þá í hvíldu og endurhæfingu eða að skemmta þér við eitthvað annað heldur en vinnuna og vaksa þar, eða þegar svo ber undir að þú ert að ljúka störfum eða hætta störfum, að þá sé þetta að gera orlofið upp, það er að segja þá með greiðslu peninga. Hvor leiðin sem er farin þá er virði orlofsins, það er alveg jafnt í okkar huga. Hins vegar þá höfum við lagt líka áherslu á í gegnum árin að orlofsrétturinn er réttur sem að vinnandi fólk á að nýta og þá að nýta sem næst ávinnslu réttarins. En það geta komið upp atvik það sem að það tekst ekki. Það getur verið vegna veikinda, það getur verið vegna fæðingarorlofs, en það getur líka verið út af svona utanaðkomandi aðstæði með svo manneklu, það sé að fólk fá ekki raunverulega tækifæri til þess að nýta orlofið sitt í heilu lagi og þá getur það safnast upp. Það varður lítið breyting í kringum kjarasamning kringum 2019. Að þá var, þegar við erum að semja styttingu vinnuvíkunar niður 36 tíma sem var svona stóra verkefnið, að þá kom í ljós þegar að við vorum að skoða bakgrunn og hvað styttingi myndi þýða og hvað áskorunum myndi fylgja þar, að það kom í ljós frá upplýsinga frá launagreiðendum að það voru dæmi þess að það væri komið upp óeðlilega mikil uppsöfnun orlofi. Og þá erum við að tala mjög miklu uppsöfnun. Og við vorum svona í prinsipinu ekkert ósammála því að það þyrfti að taka þetta orlof út. Fólk þyrfti að nýta rétt sinn þarna. Og það var svona samkomulag það að reyna að stilla orlofstöku fólks almennt. Þannig að það ætti aldrei meira heldur en 2 ára uppsöfnuð réttindi hverju sinni. Og þá kom spurningin, hvað gerum við það við orlof sem ekki tekst að taka út og við sem það ekki út, það verður þá bara að greiða það út. Og þarna hefur verið svona örlítill ágreiningur kannski, eða mismunandi skilningur allavega, á því hvaða leið þetta fara. Og við hefum sagt, já, ef að það þarf að fyrna orlof sem að er í einhverjum miklu magni eða til lengri tíma, að þá ber að greiða það út. Þannig að þessi framkvæmd í rauninni, hún stefnir ekkert gegn því sem við höfum haldið fram réttindi launafólks. Hins vegar að þá höfum við fengið upplýsingar það að orlof hafi verið fyrnt hjá einhverju starfsfólki, okkar félagsfólki, og það er eitthvað sem við erum að vera ósátt við og erum að skoða sérstaklega þessa stundina. Það er ekki endilega það sé eitthvað að því að orlofið sé greitt svona út, það er bara að það sama sé ekki að gilda vinnufólk, venjulegt verkafólk, ekki fólk í þessum æðstu stöðum. Já, bara nákvæmlega. Og við heyrum það núna á nýjustu fréttum að uppgjör orlofs við forsvarsmenn eða forvíðismenn í sveitarstjórnum, líka bara í nágranna sveitarfélögunum, það verið akkurat með þessum hætti og það við starfslok að þá hefur verið greitt upp orlof og það hefur verið ekki háð einhverjum tímasetningum, heldur bara það sem hefur verið ótekið. Og það er sjálfs í anda þess sem við höfum krafist fyrir alla. Það sem við erum að gera núna, við erum erum búin að senda erindi til dæmis til Reykjavíkurborgar til að fá upplýsingar orlof sem hefur verið fyrnt án greiðslna og við erum að sjá bara hvað kemur út úr því.
En frá okkar bæturinn síðan þá þetta mál sem við munum fylgja bara fast eftir ef að koma upp mál þar sem við þurfum að akkurat að taka á það sem við myndum taka á rangri framkvæmd. Einmitt. Mér finnst svolítið svona varhugavert allavega að mín skoðun að æðstu ráðamenn, þingmenn, bæjarstjórar og svo framvegis ráðherrar séu í svona miklum lifi við allt önnur lífsgæði en almenningur í landinu svona almennt. Það er þetta að færa rök fyrir því að borgarstjórar séu mjög uppteknir, vinni mikið og svo framvegis og ættu nú að fá greitt samkvæmt því. En þetta er svo mikill munur að fólk í æðstu stöðum á erfitt með að setja sig í spor bara venjulegs launafólks á Íslandi. Ég held að þetta sé bara alveg hárrétt viðhorf. Við getum tekið dæmi til við skulum segja bara eins og á Landspítalanum og þá ég ekkert endilega að horfa einungis til félagsfólk sem í samhengi, heldur líka sem í fagfélagunum eins og bara hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar og svo framvegis. Stórir hópar fólk sem að vinna mjög erfið, mjög krefjandi störf, það sem mikil áhersla lögð á ábyrgð, fagmennsku og það að fólk sé að gefa sig allt í að bjarga lífi og limum, heilsu og hamingju fólks. Þetta fólk undir gríðarlegu álagi, alveg gríðarlegu. Og það hefur verið þannig til dæmis í mönnun á orlofstíma í ákveðnum deildum á Landspítalanum að þá hefur spítalinn reynt að laða til sín starfsmenn sem ætti að vera í orlofi með hærri launagreiðslum á því tímabili til þess að manna spítalann. Já. Og þetta er ekkit óþekkt og þetta er að gerist á hverju sumri. Og þarna að vera til dæmis bara svona augljósar aðstæður að vegna undir mönnunar og vegna þess bara þeirri aðstöð sem Landspítalinn í að þá verður hann að borga sérstaklega fyrir það að fólk gefi eftir í rauninni á sínum álfstíma og komi til vinnu. Og við þekkjum það líka frá öðrum stofnunum til dæmis ríkisins. Við tökum það bara að það sem hefur mikið álag á sumrin og fólk hefur ekki náð að taka orlofið sitt. Auðvitað það verður að gera þessa eign upp með eðlilegum hætti. Það að segja annarkvort að fólk fái þá tækifæri á raunverulegum gæðatíma með sinni fjölskyldu að fá orlofið eða það bara að gera þetta upp með peningum. Það eru bara þessar tvær leiðir. Ef ég má spyrja þessi tengdu svolítið svona fólk kannski sérstaklega í heilbrigðiskerfinu ykkar fólk hjá samhengi maður heyrir reglulega að koma út hjúkrunarfræðingar eða læknar og eru að tala það gríðarlega álag sem þau eru einmitt undir og þau vilja mörg meina að þetta sé að skapa ákveðna hættu. Eitthvað að lagast í þessum málum eða hvernig þróunin? Við tökum bara til dæmis eins og Landspítalann og líka náttúrulega heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þessar stóru stofnanir. Og þetta á við líka spítala og aðra svona heilsustofnir út landið gæti ég haldið. Að þá vanfjármögnun kerfisins viðvarandi ástand. Og við vitum það öll bara eins og með biðlistana þó svo hafi tekist að vinna nokkuð niður á ákveðnum svona sviðum núna. Þessi biðlista menning sem í heilbrigðiskerfinu, þetta kemur bara til vegna vanfjármögnunar, vegna undirmönnunar. Og eins og við höfum heyrt núna lýsingar á hjá bæði reynslumiklum læknum og unglæknum sem hafa verið að vinna á spítalanum. Þetta vinnuálag náttúrulega bara engulegi líkt í rauninni. Og það sama gildir aðra fagstéttir og líka við félagsmenn okkar sem eru bara undir gífurlegri pressu. Og við verðum að hafa í huga að það sem svolítið sérstakt við bara eðli máls samkvæmt við heilbrigðiskerfið, þú mátt ekkert gera mistök. Þó svo alltaf mistök getur náttúrulega á sér stað í öllu og einhver svona ástæður eru fyrir því að þegar þú ert með líf og limi fólks í höndunum þá ertu líka jafnvel með hamingju þess og bara framtíðar möguleika. Þannig að það mega ekki eiga sér stað mistökarna og þess vegna leggur fólk mjög mikið á sig en kerfið undir fjármagna þegar við berum það saman við bara hlutfalla þeim fjármunum að verkri þjóðarframleiðslu sem varið í heilbrigðiskerfið. Það vantar töluvert mikið upp á hjá okkur. Og þetta er álag sem eiginlega af öðrum toga en í mörgum greinum að þarna einmitt þú með líffólks í höndunum og það skiptir gríðarlegu máli að þú gerir það sem rétt og það sem á við og þú náir árangri í að lækna fólk og hjálpa þeim og svo ón á þetta allt þetta aukna vinnuálag og allir þau finni ekki einmitt svona ábyrgðartilfinningu
það vantar núna fólk, þú veist, mér langar að fara í frí, ég alveg að kikna á stressið er gríðalegt en það verður nú bara einhver að koma. En maður reynir sem kannski alveg ómögulegt eða mjög erfitt að setja sig í spor fólks þar sem að það bíða einhverju 4 aðilar sem eru sko illa meiddir eða illa slasaðir fram á biðstofu á bráðavaktinni eða á bráðadeildinni á Landspítalanum, að þá ég held að þessi spurning sem að vaknar, vaktin mín er búin, en hver á að taka verkefnið að hjálpa þessu fólki þetta frammi? Ég bara trúi því að sko þar sem hjarta slær rétt í þessu fólki að það bara, þá gefur það eftir á sínum tíma og leggur sér bara allt fram að reyna að bjarga því sem bjarga verður og hjálpa fólki. Eiga skilið mikinn heiður fyrir, en það er hryllilegt að sjá að það sé ekki verið að koma til móts við kröfur þeirra á áherslur og það sem þau eru að segja okkur, að það sé ekki verið að bregðast við. Maður heyrir til dæmis að margir sem að mennta sig sem lækna hér heima, þeir sjá fyrir sér að þurfa að vinna svona harkalega allan annan tíma og það er bara engin lausn í sjónmáli einhvern veginn, en þeim er kannski boðið starf úti sem er jafnvel betur launað og fara þá bara út. Við sjáum þetta hérna á bara sko rúmanýtingun upp í spítala, og það hún er bara langt umfram það sem tíðkast á öðrum spítalum í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ég held að ef ég man rétt heyrði viðtalið hjúkrunarfræðing daginn sem var að tala það að nýtingi væri 110%, sem þýðir það bara verið að setja rúm fram á gang eða í jafnvelni í einhvers konar, þess við þekktum frá síðasta vetri þegar við komið inn á styrtingu eða salerni á spítalunum þar sem viðmiðið ætti að vera 80-90% til þess að akkurat að hafa svigrúm til að taka við hinum óvæntum málum. Og þessi stað, hún segir nú bara allt sem segja þarf. Þetta er náttúrulega óviðunandi og þetta er ekki fólkinu að kenna. Þetta er fyrst og fremst bara vanfjármögnun sem kallar á undirmönnun og líka á óviðunandi vinnustæður fyrir alla, vinnuaðstæður fyrir alla sem vinna til dæmis á Landspítalanum. Sumir segja að það sé ekki endilega vanfjármögnun, heldur það sé að það skorti mannafla, en helst þetta ekki svolítið í hendur? Algjörlega, það er bara það. Og þetta spila launin þarna og starfsaðstæðurinni líka. Við erum sérkennilega óframsýn þegar kemur að því að skipuleggja eðlilega endurnýjun á innviðum samfélagsins. Við hefum átt að vera löngu síðan að vera búin að byggja nýja spítala og væntanlega þegar nýja spítalið hefur risið núna við Hringbrautina, að þá er komið að því það þarf að fara að bæta við vegna þess að okkur fjölgar bara og fjölgar. Og það er ekkert óverulegt að sé gera einhverja áætlun til að bregðast við því. Ég held að sömuleyti að kannski það broti svolítið blað með svona nýri áætlun til svona langs tíma í sambandi við samgöngusáttmála núna sem er Reykjavíkurborg, alveg bussið fyrir hvað fólki finnst það. En við ættum að hafa sko 50-80 ára plan uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Og við getum verið með áætlunir fjölgun, öldrun og fleira, og við erum ekki að bregðast við. Bara til þess að áætlunir öldrun þjóðarinnar, þær eru í skötulíki eða ekki til. Það vantar hjúkrunarheimili, það vantar starfsfólkin í kerfið, og við erum ef að þær sagnir sem maður heyrir öll að réttar, þá stöndum við til dæmis bara þar fyrir stórkostlegu vandamáli. Og það er nota bene. Það hafði rýmisvandamáli í Landspítalanum, það meðal annars á því að við erum að setja okkar fólk sem er hæft til þess að vera í sínu lífi á hjúkrunarheimilum með aðrar aðstæður heldur en á spítala og væntanlega betri með þarfinnar. Og við erum að geyma það fólkin á spítalanum. Þetta er alltaf fyrir niðan allar hellur. Þetta er ekki sæmandi. Nei, þetta er það alls ekki einmitt og ekki skánara. Þú veist, því lengur sem þetta varir svona og því meiri svona innviða skuld sem byggist og því verra verður ástandið. Akkurat. Kannski tengt þessu og einmitt svona efni þáttarins aðal atriði kannski okkur í fékk því hingað að tala svona félagsstarf og mikilvægi þess og einhvern tímann í viðtali hérna á Samstöðuna þá talaðir þú þinn svona menntaferil og félagsstarf í menntaskóla. Og þú sagðir hvað það hefði verið mikilvæg reynsla að taka þátt í einhvers konar félagsstarfi að svona mynda bæði tengingar en líka þekkingu og reynslu að
skortir þetta kannski svona í íslenska menntakerfinu almennt að kenna fólki svolítið að stunda félagsstarf og svona gera því ljóst sko hvað félagsstarf bæði í stjórnmálaflokkum, í félagasamtökum, hagsmunasamtökum og verkalýðshreyfingum, hvað þetta mikilvægt fyrir samfélagið? Sko nákvæmlega, ég þori nú ekki að vera mjög stórirtur og tala eins og ég hefði reynslu af núverandi kerfi, þannig að ég ætla bara svona að lýsa skoðun minni almennt, en ég held að þessi ákvörðun að stytta framhaldsskólann var ekki tekin á faglegum forsendum og ég held að hún hafi ekki verið tekin með framtíðar hagsmuni almennings í huga til framtíðar. Ég held að hún hafi tekið fyrst og fremst af svona efnahagslegum ákvörðunum að reyna að spara í menntakerfinu. Og ef þetta rétt hjá mér, þá svo aðgerð að hún í sjálfu sér alveg ömurleg. Hún eiginlega, sko það eiginlega ekki hægt að samþykkja svona aðgerð að þessu leyti. Menntaskólanámið og hvaða nám sem þar í kerfinu menntaskóla og framhaldsskólanámið. Þetta nám í mikilvægum greinum á öllum sviðum. Hvað sem þú ert að fara og verða starffræðingur með doktor í starffræði eða hvort þú ert að læra til smíði eða iðnaðar eða landfræðingur eða félagsfræðingur eða hvað það er. Allt þetta mjög mikilvæg efni sem að framtíðin, samfélagið til framtíðar mun njóta. Þegar þú leggur áherslu á að nemendur séu bara svona sem við kölluðum og kannski þá bara svona kúristar sem að verða að vera yfir bókunum og yfir lærdómi þessi mikilvægi mótunar ár sem eru svona sprengju samvinnu og samveru ár í rauninni þegar fólk að fullorðnast og tengjast öðrum til lengri tíma þá það sko algjörlega nauðsynlegt að mínu mati til að þroska samskiptahæfileika, samvinnuhæfileika, hugmyndaauðgi, reynslu í framkvæmd og ábyrgð á öðru heldur en náminu og það svo margt hægt að taka til. Ef við lítum til þess tíma þegar að fyrir þessa breytingu, þetta með allu þessi frábæru verkefni sem að framhaldsskóla nemendur hafa staðið að, hvort sem það í íþróttafélaginu eða skákfélaginu eða leiklistafélaginu eða í blaðaútgáfu sem við vorum með í gamla dag að gefa út blöð og öllum mögulegu öðru sem að tengdist áhugamálum innan og utan skólans að þá voru hópar að taka sér saman einhverja svona aðgerðir eða framkvæmd sem bæði skapaði reynslu að taka sérst ábyrgð á hugmynd sinni, kominni í höfn og standa fyrir og taka ábyrgð á henni. Á sama tíma voru að tengjast með allt hætti heldur en bara að leysa verkefni námsins sem að vissulega mikilvægt og allt það. En þetta félagslega þroskaferli, vináttuferli, tengsl inn í framtíðina, kannski bara restina af lífinu, þau held ég að hafa bara verið ómetanleg. Og ákveðna kenningar segja til það að það sé vísasta eða sterkasta vísbending velfarnað í lífinu að það eru félagstengslin. Það sé að hvað ertu með öflugt félagsnet í kringum þig. Og það félagsnet, það skapast akkurat í kringum þessi mótunarár með mjög sterkum hætti og við sjáum bara vinahópar sem að hafa haldið bara út í gegnum lífi tengslum og það sem að hefur gert einstaklingarna sterkari heldur en þeir eru verið einir. Að þetta bara mjög mikilvægt og mjög mikilvægt líka í svona smá samfélagi eða svona fámennu samfélagi eins og við lifum í. Einmitt, já. Hérna eiginlega nánast einstakt tækifæri út á smæðinni að skapa nánari tengingar og svona öfluga félagsvirkni sem að tengist öll hver annari einhvern veginn. Það eiginlega miður að sjá ekki meira að því. Maður heyrir allan af svona eldri kynslóðum að það kannski verið meiri félagsvirkni og einhvern veginn kannski betri, svona sumir vilja meina það, betri menning í kringu það. Þú veist að fólk tók meiri einhvern veginn ábyrgð á því að félaginu gengi vel, hvort sem að vera að tala íþróttafélag, nemendafélag eða hvaða nú er.
og svona kannski einstaklingshyggjan búin að aukast meira á þann veg að flestir eru kannski bara, og það eiginlega uppskriftin sem þeim gefin, ungu fólki, að þú ert að hugsa þinn hag, þú ert að hugsa hvað þú ætlar að mennta þig í, hvað þú ætlar að starfa við í framtíðinni, og kannski minna svona er í boði bara svona félagsstarf. Fólk getur farið inn í nemendafélögin en það ekkert neginn, allan að þegar ég var í framhaldsskóla sem nú ekkert svo langt síðan, að þá þetta ekki eitthvað endilega sem að fólki dettur í huga að gera mikið. Ég held að sé ágætt, sko, við eigum nú til orðatiltækið sem ég held að sé bara mjög mikilvægt í funksjón í fámennu samfélagi, þar sem við ætlum að njóta alls þess góða og þeirra lífsgæða sem stærri þjóðir njóta líka, að það er hægt að hringja í vin. Já. Í félagstengsl sem búa til þess að aðstæður hjá einstaklingnum, að ég hringi bara í vin ef það bjátar eitthvað á, ef mér vantar upplýsingar, aðstoð, þekkingu, þá get ég hringt í vin. Og þetta, minni kynslóð er bara mjög algengt að bara taka upp símann þegar maður þarf að leysa einhver vandamál, og maður hringir í eitthvað sem maður veit, að því maður hefur verið samferðum í gegnum ævina, veit að getur leyst spurninguna, hjálpa manni með verkefnið eða hvaða nú er. Þannig ég held að það sé bara, þetta er mikilvægt og þetta er gott orðatiltæki að hringja í vin. Svo er náttúrulega hitt líka á þessum mótunarárum, að það er, sem ég held að hverjum tíma sé mjög mikilvægt að rækta. Samfélagið, það er ekki eitthvað sem er óbreytanlegt og kemur einhvers staðar bara ofan með einhverjum sem er stödd eða stattur þar akkurat fyrir ofan. Það er svo mikilvægt að þroska þennan félagsvitundina að samfélag okkar er bara það sem við byggjum. Og það er hægt að hafa áhrif með framgöngu sinni og þáttöku. Hvað sem það heitir í félagsstarfi, og þá er ég að líta líka á samtök bara eins og Lions eða hvað nú er, af svona góðgerðar hugsjónafélögum líka, eða í stjórnmálaflokkum, eða í stéttarfélög og stéttabaráttunni. Það er hægt og það þroskast á þessum árum að mynda sér eða koma sér upp því öryggi, líka sjálfsög að því maður þekkir ferlið í félagsstarfi, að fara inn í hlutverk að þessu tagi og þáttöku sem gerir bæði einstaklingarna og samfélagi ríkara. Þetta held ég sé bara mjög mikilvæg þáttur líka. Og nú vil ég ekki gera ólít úr minni kynslóð að þetta, þó að sé ekki kannski, að mér fannst allan ekki vera mjög virt svona félagsstarfa, þá leitar þetta bara fólk alltaf í hvort annað og myndar félagsleg tengsl og svona, en það kannski var ekki svona formfast og það var ekki verið að kenna okkur endilega, eða svona, það var ekki mörg tækifæri til þess að læra þetta svona formlega félagastarf sem er mikilvægt að kunna þó það sé ekki nema fyrir húsfélagið. Já, eins og ég segi, nú þori ég ekkert að fullyrða svolítið nútíðina eða næstu fortíð. Það er hins vegar, ég hef séð ungt fólk sem kemur mjög öflugt inn akkurat í félagsstarf og það er bara mjög að finna góða. En það veldur mér hins vegar bara áhyggjum, eins og ég sagði áðan, að stytting framhaldsskólans. Það er eitthvað sem ég held að hljóti hafa haft áhrif að getu þess unga fólk sem er þar statt, að eiga frítíma það sem er að skapa út frá eigin forsendum og eigin vilja vegna þess að gaman saman. Og styrkja böndin þannig, og ég ætla bara að vona að það takist þá við sjáum það náttúrulega ákveðnu leiti. Það framhaldsskólarnir eru með leiksýningar og fleira sem eru bara mjög áhugaverð og einhver verkefni, en það verður að gefa ungu fólki líka til þess að taka þátt í lífinu á eigin forsendum, en ekki bara skila prófunum sem eins og ég segi, ég held að þessi aðgerð hafi verið innvörðungu til þess að spara peninga. Já, bara niðurskurður. Bara niðurskurður og ekkert annað. Það er alveg hryllilegt, það er líka svo heimskulegt að það skadar svo mikið til lengri tíma. En maður sér þetta aftur og aftur í staðinn fyrir að fjárfesta aðeins hærri upphæð á þessu ári, að þá er ákveðið að skella skuldinni á framtíðina, því þetta verður alltaf dýrara ef þú sinnir ekki þessum innviðum, að skaðinn sem skeður er gífurlegur. En svo finnst manni líka kannski að það sé svona í þessu nútíma samfélagi sem við erum í á Íslandi og í vestrænum ríkjum sem hafa iðnvæðst mun fyrr en önnur ríki,
fengið svona hérna, þú veist, það var franska byltingin og svo var ameríska byltingin og þar byrjaði að myndast þetta lýðræði samfélag sem við lifum við og maður hugsa með sér stundum að kannski að við tökum þetta tökum þessu sem sjálfgefnu að við séum með lýðræði, eigum að vera með allavega að við getum beitt okkur sameiginlega sko, fyrir okkar hagsmunum, að það sé ekki svona ein yfirstétt eins og var í gamla daga með lenskerfinu, að þá erum við með konungsættirnar og stóru landeigunduna og svona sem að bara hreinlega stjórna öllu, en í ferli þróunasögu bara mannkynsins og siðmenningarinnar að þá höfum við þróað svona kerfi sem að gera okkur að vissuleyti kleift að beita okkur sameiginlega, bæði með lýðræðiskerfinu sem við lifum við sem mjög ófullkomið auðvitað en líka með verkalýðshreyfingunum þar getum við beitt okkur sameiginlega fyrir hagsmunum okkar en mér finnst ég allan hafa séð á mínum svona árum sem fullorðnum einstakling að stjórnmálin hafa ekki batnað á þessu tímaskeiði þvert á móti að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar gefa sig út fyrir að vera allt annað en þið eru mjög oft, segja eitthvað fyrir kosningar og lofa öllu fögru og svo ekki staðið við það og einhvern veginn nær og fólk ekki ánægt með þetta það vill breytingar, það vill eitthvað betra, það vill að þessi tekja á til dæmis velferðarkerfunum og heilbrigðiskerfinu og svona en einhvern veginn það bara svikið aftur og aftur er þetta kannski gerast af því að við stjórnmálaflokkarnir okkar eru ekki beint, finnst mér, svona mjög aktív félagasamtök og grasrótarsamtök. Það er mér finnst eins og flestir flokkarnir sé ekki sko, fjöldi fólks að lyfta einhverju upp, að koma sína framfæri, heldur bara frekar öfugt. Að þetta sé toppurinn sem að ræðir förinni og segir allt fagurt fyrir kosningar og gerir svo bara eitthvað annað. Sko, ég held að stjórnmálaflokkar geta orðið stofnanir sem að hverfast alltaf sjálfa sig og hagsmuni þeirra sem næst standa þeim sem eru í fórustunni. Við höfum svo oft séð ég held að almenningur hafa allir ekki kosið það ætti að selja Íslandsbanka. Bara alls ekki. Og það er mjög margt þegar maður skoða söguna frá hruni að það er í fyrstu árunum þegar vorum að reyna að safna púslunum aftur saman að þá var það svo tært og svo glöggt að almenningu vildi að púslanum er raðað á annan hátt upp á nýtt í kjölfar þess ómælda skaða sem gamla kerfið hafði valdið okkur. Og gamla kerfið var notabene líka á ábyrgð, ekki bara bankana, heldur líka ábyrgð þeirra stjórnmála og stjórnmálastefnu með tatserismannum og Reagan og allt það og síðan frjálshyggjunni og nýfrjálshyggjunni eins og hún var praktísur hér, að þetta var á ábyrgð stjórnmálaaflana og stjórnmálastefnuna sem réðu að allt hér sunkaði niður í þessa for sem við vorum í. Þegar við erum að lyfta okkur upp því að þá var alveg klart mál að almenningur vildi búa til einhvers konar réttlátara, jafnara samfélag sem að væri ekki þannig að það væri einhver elíti að geta gull á Ítalíu sko. Mitt. Heldur væri við að búa til samfélag sem að veitti öryggi og þjónustu og við gætum með nokkur vissu sagt að við værum þáttakendur í eins og allir hinnir. Síðan einhvern veginn að við förum út af sporinu og mín skoðin er svo að við stærsta hliðarsporið sem að hefur leitt okkur síðan í ógöngur voru hlutir eins og þjóðin hún í rauninni valdi sér leið að nýrri stjórnarskrá. Það sem gerir síðan í þinginu eftir tilteknum stjórnmálamönnum að þeir tókst að vefja þetta inn í lagaflækju og deyða málið og vegferðin var bara nákvæmlega svo sem ákveðna einstaklingar voru settir í að deyða málið þannig að ekkert yrði úr því. Og þarna sneri þetta að bæði valdheimildum hluturki almennings og möguleikum til þess að hafa áhrif. Þetta snerist sameiginlegar auðlindir okkar sameiginlega fjármál og svo framvegis. Það sem hefur gerst síðan er það að við erum eiginlega komin á nákvæmlega sama sömu svona skemmda ástandið í okkar samfélagi í stjórnmálum,
í nýtingu auðlinda í fjármagninu eins og það skiptist inn í þjóðfélaginu eins og vorum fyrir hrun. Það að við svo ólítið að bankarnir standa ekki með sama hætti í lappirnar eins og þá, það að segja þeir eru ekki í sömu stöðu, en við sjáum það að það bilið á milli ríkra og fátækra hér, reyndar eins og annars staðar í þeim ríkjum sem við miðum okkur við, bilið það bara stækkar og stækkar og stækkar. Þannig að það að verða til og til hópur hér sem mjög auður og á mjög stóra eign af eignum samfélagsins eða hluta af eignum samfélagsins, á meðan að mjög stór hluti býr við erfitt ástand í efnahagsmálum eða í efnahagssínum og sumir eru bara hræðilega staddir, bæði fjölskyldur og einstaklingar. Þetta bil aukast. Þetta var ekki það sem að almenningur vildi á árunum 2010 til 2012 og 2014. Það væntingarnar voru allt aðrar en við höfum stemt í að hluta til í þveru og átt því miður. Og nýja stjórnarskráin svona í kjölfar búsældabyltingarinnar og hún var svona draumur margra og almennings fólks sem vildi fá betra samfélag og þessi nýja stjórnarskrá eða hvaða nýja stjórnarskrá sem myndi ekki gera fullkomið samfélag. Það verður aldrei þannig en það voru klárlega í þeim í tillögunum leiðir til þess að gera betra samfélag. Svona, þú passar upp á lýðræðisvinkil og vendil fólksins á móti yfirvaldinu og skilgreinir skýrt að auðlindir þjóðarinnar í þjóðareign og svo framvegis og svo var stjórnarskráin nýja stjórnarskráin var notuð sem svona, finnst mér allavega að loforð að framsóknarflokkurinn tók þetta allt í einu upp að lofa nýri stjórnarskrá og þá fjallu kannski dóminókubbarnir má segja og allir voru tilbúnir í við byrjum þetta ferli og þetta var mjög aktíft ferli sem að fólk víðar heimi hefur hrósað fyrir að vera lýðræðislegt og nútímalegt og svo framvegis og það kosið inn í stjórnarráð þing og þau búa til þessa tillögur að nýri stjórnarskrá og svo eru þjóðaratkvæðagreiðsla þessa tillögur og þær eru allar nema ein ef ég man rétt sem eru samþykktar og svo er þetta svona kæft að þetta var nánast eins og smá tilraun til þess að svona tappa á orkuna, þess að svona umbóta orku sem var að byggjast upp og krafan sem var svo sterk að svona, það næst eins og fólk hefði verið svæft með þessari aðgerð. Bara nákvæmlega. Ég held að það hefði verið ósælega jákvæðni og mikil trú á að það væri hægt að gera breytingar til þess betri samfélaginu. En ég man eftir með þess að bara ljóslifandi bara sjónvarpsviðtölum þar sem að ákveðnir þingmenn voru að útskýra hversu ómögulegt þetta væri og hvað það væri mikil lögleysa og svo víður og það tókst að kæma þetta. Það sem gerist eins og í kjölfarið það sem svolítið einkenni á kannski okkar samfélagi. Og þegar við tökum svona kannski þátt og hlutverk almennings í svona þessari þróun stærri mála. Við erum svo fá. Við erum komin í eitthvað 400.000 núna og búum við í þessu landi sem hvað 1.600 ferkilometrar eða hvað nú er. Og við erum með innviða uppbyggingu sem mjög dýr per haus en við viljum hafa hana og við viljum hafa lífsgæði sem að jafna verður á því besta sem við þekkjum annars staðar. Það bara kallar á það að hér verða bara allir að vera að vinna og vinnutíminn hjá okkur bara dálítið mikill og verkefnin mörg af því að samfélagið það dýrt að reka samfélagið þessum gæðum í þessari stærð á ekki fleiri höndum. Afleiðingin svo að það atvinnuþátttaka hvergi meiri í heiminum heldur en hér. Atvinnuþátttaka kvenna hvergi meiri heldur en hér. Og þá bara, þið augljósa til dæmis hvernig óskopunum stendur á því þá að við styðjum ekki betur í barnafjölskyldur, að við styðjum ekki betur við uppbyggingu á yngsta skólastiginu, það sé á leikskólanum. Af hverju þetta bil sem við höfum nú verið alltaf mikið að tala um að brúa bilið, það sé frá fæðingarólofi til leikskóla, af hvernig óskopunum stendur á því að í öllu því framlagi sem fjölskyldur landsins verða að koma með til að halda bara hjólum samfélagsgangandi og þá eins og getum við ekki séð það þá að fjölskyldumálin og skólamálin séu í lagi þannig að fólk komist með eðlum hætti til vinnu. Og önnur hlið á því svo náttúrulega að okkar vitneskja það að síðan það náttúrulega mæðurnar
konuna sem taka stærsta hlutina af þessa ábyrgð, sem leiðir af sér lægri laun, sem leiðir af sér færri tækifæri til frama í atvinnulífinu, sem leiðir af sér lægri lífeyrisgreiðslur og svo framvegis. Þannig að við erum margsinnis að stappa á sama fólkinu. Og þetta er bara með miklum ólíkindum. En ég held að hluta til að þetta að það er ekki einfalt mál og ekki auðvelt að virkja þennan almenna kraft vegna að fólk er bara upptekið í sínu. Þetta kallar á mikið framlag frá öllum vinnandi höndum að halda kerrunni gangandi. Vissulega, og maður heyri það einmitt að fólk oft vill taka þátt í ýmsu en það bara hefur ekki undan, það er ómikið að gera. En það er skrítið að meira segja svona kapitalíska yfirstéttin á Íslandi skuli ekki sjá hag sinn einmitt í því að fjármagna almennilega heilbrigðiskerfið og fjármagna almennilega leikskólana og svona bara til að endurnýja, þó ekki nema bara til að endurnýja vinnuaflið almennilega. Já. En það kannski skipt þau ekki eins miklu máli núna að það er mjög mikið að innflytjendum sem koma til landsins í þau störf sem við náum ekki fyll í annars eða til að svara þeirri eftirspurn sem að skapast, þannig að það kannski skiptir ekki eins miklu máli. En svo er það líka annað samtal um svona þennan síðkapítalisma þar sem að gróðrasóknin er farin að leita inn í hún er búin kannski með sín auðveldustu mið þar sem er auðvelt að fá aukin gróða með aukinni uppbyggingu og svo framvegis, framleiðslufæra og svona. Með nýfrjálsíkinu byrjar hann meira að færa sig inn í þessi velferðarkerfi sem hefur verið sköpuð á 20. öldinni. Liggur ekki á einmitt að reyna að grípa inn í þarna einhvern veginn og snúa þess við það, því að ekki skánar þetta einmitt og þessi dalur sem við verðumst vera að síga inn í hvað varðar hag almennings, að hann gæti orðið mun dýpri. Já, ég held að það sé lögrétt. Við þurfum ekkert að leita mjög langt yfir skamt þegar við erum að tala um að farsælustu samfélögin eru þau hérna á norðurhveli jarðar þar sem öryggisnet samfélagsins fyrir almenning eru sterkust. Þegar það er mjög sterkt og öryggt kerfi þar sem fólk líður vel í og er öruggt, veit að öryggisneti grípur það ef eitthvað kemur upp á, slys, sjúkdómar, einhverju erfiðleikar sem það þarf að greiða úr. Þar sem þessi mál eru bestum farvegi, þar nefnilega eru efnahagskerfi sterkust. Af því að það leiðir af sér að þá er hægt að einbeita sér að öðrum hlutum. Ef það er sátt í samfélaginu, ef að velmegunin er tryggð að hún nær til allra, þó svo hún getur aldrei orðið alveg fullkomlega jöfn, við vitum það, að fólk hafi svona, við skulum segja, getur tekið eðlilegan í jákvæðan þátt í samfélaginu og það veit að samfélagið að öryggisnet alltaf umleikur sig, þar bara bestu samfélagin. Þar eru kerfin langsterkust, þar verður mestu öðrum til og svo framvegis. Og það það er ekki mikil endilega rosalega ráðgáta af hverju til dæmis glæpir aukast eða af hverju ofbeldi eykst í samfélaginu, að félagsfræðin og sálfræðin, félagssálfræðin sýnir skýrt að þegar fátækt eykst, tækifæri minnka og svo framvegis að þá leiðist fólk frekar út í glæpi og ofbeldi og svo framvegis. Þannig að þó þú sért í yfirstétt á Íslandi, á svona efri millistétt fæðist inn í einhvern auð, að þá er það nú samt þér í hag að þú veist fjárfesta í þessum grunninnviðum svo að allir hafi ákveðin tækifæri og ákveðna vernd og ákveðna heilsu og svo framvegis, bara til að koma í veg fyrir það. En núna með kjarasamningarna sem voru gerðið nú síðast og stýrivextir, þeir lækka ekki, þeir standa í stað. Hvernig, ef ég má spyrja, hvernig sérðu komandi svona kjarabaráttu á næstu árum fyrir þér? Ég held að ef við spilum illa úr þeim spilum sem eru núna við höfum að hendi, að þá gætu við átt mjög erfiðan tíma framöndan. Og það þegar komin ákveðin, við höfum vitneskju um það að við erum búin að búa til ástand að hluta sem að verður bara mjög erfitt viðureignar. Ef ég man tölurnar rétt að þá erum við núna með í byggingu 1900 íbúðir núna bara þessum tíma. Við þurfum 5.000 íbúðir. Nú ættu að vera í uppbyggingu 5.000 íbúðir. Það eru 1.900 ef ég man tölurnar frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun rétt. Svo hvernig í óskopunum hefur við eiginlega látið þetta gerast. Og núna síðast voru fréttir, held að það var síðustu viku, þar sem kom viðtal eða yfirlýsing frá mjög stóru byggingafélagi sem að var eða er með uppbyggingaverkefni sem að bara býður eftir að fara á stað upp á íbúður, 100 íbúða í Hafnarfirði.
og þau gáðu þetta yfirlýsingu við förum ekki á stað. Við munum ekki hefja byggingina, hefja vinnu og undirbúning við byggingarna sjálfar. Við förum ekki á stað meðan að framkvæmda fé á vöxtum sem milli 11 og 14%. Það ekki hægt. Wow. Og það bara ekki hægt. Og það með stýrivextina per se að þá á þess að vera réttlætið að tala fyrir því á nokkurn hátt. Þá hins vegar þessi ágæti seðlabanki sem við höfum, hann hefur ekkert mörg úrræði til þess að beita, til þess að reyna að samkvæmt kenningunni sporna gegn verðbólgu. En það þarf nú aldrei að endurskoða þá aðferðafræði. Eins og seðlabankastjóri hefur þó bent á. Hann hefur kvartað undan því, ef að ég, í minni túlkun allavega, að þeir séu bara einir á dansskóluna. Og það verður aldrei til þess að það náist einhver árangur í þess að baráttu verðbólguna. Það þarf svo margt annað að koma til. Til dæmis, ég meina, hvað á það eiginlega þýða að við unum því að 9 af hverjum 10 íbúðum sem að koma sér sölu á Reykjavíkursvæðinu eða á landinu öllu það eru hreinsaðar upp af einhverjum fjárfestum. Hvað eiginlega í gangi þegar að skortur á íbúðarhúsnæði á öllum aldurstigum og sérstaklega hjá unga fólkinu sem búið að gera ókleift að eignast þak yfir höfuðið. Núna síðustu tölu sem að heyrða til að komast bara í gegnum greiðslur á lánum fyrir meðal íbúð fyrir ungt fólk að þá þarf að hafa 1,1 milljón í tekjur. Ungt fólk hefur ekki 1,1 milljón í tekjur á mánuði. Það ekki svoleiðis. Þannig að hvað erum við að gera við þessa kynslóð? Við erum að dæma hana í það að þurfa að vera á leigumarkaði til langs tíma og nýjustu leigutölu upplýsingar leiguverð nú ekki beinlínis upplífgandi. Það kom við ljós í gær eða fyrradag að það verið að leigja 138 fermetra íbúð í hverfi í Reykjavík upp á 598.000 krónur á mánuði. Býtu, hvert erum við komin eiginlega? Og þetta vegna þess að það hefur ekki verið nein fyrirhyggja að búa til að ramma. Það ekki það að leyfa fjárfestum að hreinsa upp íbúðamarkaðin þetta bara glæpsamlegt aðgerðaleysi hjá stjórnvöldum að setja ekki hömlur á þetta. Og það líka það algjör það skammar að það skuli ekki vera einhver stýring á leigu upphæðum, en það hins vegar þá getur maður hort á það þegar að stýrivextir og vextir eru svona háir í láni hjá bönkunum sem að þeir þurfa ekki að hafa þrátt fyrir stýrivexti, þeir þurfa ekki að hafa svona háa vexti, en þeim leyft að gera það af því þetta á að vera hinn frjálsi fjármagnsmarkaður að þá standa náttúrulega einstaklingar uppi með einhverja skuldir varðandi íbúðinni sín og svo reyna kannski að leigja hana til þess að fjármagna þau kaup og þetta endar í bara tómri vitleysu. Þannig að það verið að búa til ástand út af fyrirhyggjuleysi eða áhugaleysi ákveðin afla að sem að alveg hræðilegt fyrir allan almenning til lengri tíma. Og talandi svona kjarasamningarna og stöðuna þar, það alveg ljóst að þessar forsendur sem voru gefnar núna í upphafi ársins fyrir einhvers konar sameiginlegu átaki til þess að ná öllu niður, þær forsendur voru bara einhver skrípaleikur Því miður, hvernig seðlabankastjóri talar og fleiri. Já, ekki bara seðlabankastjóri, heldur að það vantar algjörlega bara framgöngu atvinnulífsins í heild, þjónustu geirans í heild, verslunar og þjónustu að segja að við ætlum ekki að hækka. Það vantar líka framgöngu sveitarfélagana og eins og opinbera að segja að við ætlum að lækka gjöld. Það vantar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar að ramma inn að halda niðri þessari vitleysu til dæmis í sambandi við húsnæðismarkaðinn og að koma með almennilega merki það að uppbyggingin að fara af stað að einhver afli. Það er svo margt sem vantar. Verkalýðshreyfingin, hún tók skrefið og sagði ok, við skulum vera með og svo bara allt í einu stendur hún bara einútt á dansgólfi. Hvar eru hinir? Skelfilegt og þau ganga fram að ábyrgð og ætla að vera með og ekki setja allt í bál og brand heldur vinna saman til þess að hugsa hagsmuni heildarinnar, stóru myndina og svona og svo eiginlega bara svona blaut tuska gefin í andlitið Ásgeir á blaðamannafundinum
hann segir einmitt að já, þú veist, kannski að þó að það hefur verið hóflegar launahækkanir þá sjáum við það samt, vill meina sko, það sé að valda einhverju verðbólgu, þegar er nokkuð skýrt að álagning hérna almennt á landinu er gríðarleg og einmitt vextinir þurfa ekki að vera svona háir, bankarnir að græða alveg 20 milljarða sko, og þarf ekki að vera svona og ekkert að gerast í húsnæðismálum, uppbygging bara það hægist á henni og ég hef nú sagt áður en maður það bara segja það aftur að samtök leigjenda leigjendasamtökin hafa eiginlega ítt sér inn að fá að vera með í svona stefnumótun hvað var það húsnæðismál og formaður leigjendasamtökanna hann hefur sagt mér frá því að þegar hann var á einum slíkum fund með þegar Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra og Dagur B. Eggertsson sem borgarstjóri var þarna og ýmist fólk úr ráðuneytunum. Svo voru þarna svona hagaðilar, svokallaðir og þeir voru þarna á launum, fengu greitt fyrir að vera á þessum fundum með í þessari stefnumótun og þetta voru menn sem eru sko allræmdir úr stór leigusala bransanum sko og þeir fengu greitt fyrir að vera þarna, þeir voru svolítið leiðandi í þessu einhvern veginn og það var mikið marktekið á þeim. Guðmundur Hrafn sem formaði leigjendasamtakanna, einu svona starfræku leigjendasamtök leigjenda hérna á landinu, að hann fekk í fyrsta lagi ekkert greitt og svo líka var framkoman við hann bara rosa svona léleg, heyrir maður, að það mun meira mark tekið á þessum hagaðilum svo kölluðu sem að erum þetta að koma úr bara leigusala bransanum og maður veit ekki einmitt, er þetta aðgerðaleysi eða er þetta bara að þessir hagsmunir bankana og stórverktaka og stóra leigusala að þeir einhvern veginn ná bara að ráða för? Það er kannski svolítið erfitt að koma með svona alveg einhlítt svar við þessu. Við veitum það hérna að sko leigjendasamtökin hafa núna á undanförnu verið bara með mjög góðar greiningar og komið fram með mjög svona málefnilegar og góðar áherslur. Það verður ekkert af þeim tekið. Það er bara mjög flott vinna sem hefur verið þar. Hins vegar að þá í svona stóra samhenginu, við erum búin að sjá, við lítum bara, við skulum segja bara eins og Sigurðinga, sem að hérna kom með þessi, hvað að segja, samningur við sveitafélögin fyrir 2 árum stórkostlega uppbyggingu og þetta átti að vera eitthvað voða fínt og flott að fara af stað. Ég veit ekki hvað oft hann talaði akkord þessa aðgerð sem ráðherra í þeim málaflokki þá. En það sem að mér fannst alltaf furðulegt og hefur síðan sýnt sig að ekki að skila neinu, að það var svo staðreynd að hérna þessar samkomulag við sveitafélögin, það var engin peningar í því. Og þetta er alltaf það nákvæmlega sama, það kom einhverja stefnumörkun sem er ófjármögnuð, þýðir eiginlega að það verður ekkert gert. Og þetta er eins og bara með hjúkrunarheimilin og hérna það að flytja þau til sveitafélagana algjörlega vanfjármögnuð og svo hérna eru þau bara skilaðist tilbaka ef við þekkjum hérna dæmin það. Þetta er eitthvað með stefnumörkunina sem að veldur því að hún er ekki kláruð eða fjármögnuð. Það hefur náttúrulega bara verið reglan. Og þá erum við að sigla inn í þessa erfiðleika sem við erum að gera. Svo getur þetta tengt í hvernig við höfum umgengist bara sameiginlegar auðlindir, skattstofna, fjármögnun og svo framvegis. Og það er dapurt til þess að, mér finnst það bara dapurt ef að það er að gerast núna sem að ákveðin teikn á lofti eru að alveg eins og við vorum sofandi, óundirbúin og líka með, við skulum segja, með þeim hérna dæmum sem komu upp í aðdraganda leyfisveitinga, lagasetningar og reglugerðir í sambandi við fiskeldið. Og það sama verðist verið að gerast ef að tökum svona bara mark á umræðinni í sambandi við þessi ágætu vindorkugarða að við erum óundirbúin, við náum ekki í þá fjármunir sem við vissulega getum náð í, nákvæmlega saman eins og saga bara álverina, hefur kennt okkur í gegnum tíðina. Að við erum að gefa frá okkur alveg gríðarleg auðæfi vegna þess að okkur liggur svo mikið á þegar við sjáum glitta í einhverja seðla upp úr veskinu að undirbúningur er ekki nægilega góður og arður okkar af okkar sameiginlegu auðlindir sem lendir til almennings er bara mjög takmarkaður. Við sjáum bara eins og sjávarútveginn. Það var nú verið sagt að sko það eina sem sjávarútveginn greiðir í auðlindagjaldið er bara kostnaður við rekstur hafrannsóknastofnunar. Já. Sem er forsenda fyrir því að sé hægt sé að nota hana sko. Það er galið, alveg galið. Náttúrulega við erum ekki að halda eða gefa spilin rétt. Það er bara ekki þannig.
Meira sér Sádi Arabíu þar með sko konungsfjölskyldu sem að ríkir yfir að hún á oljuna með ríkinu en hún fær bara 20% arðsemi auðlindarinnar sko, ríkið að fá 80. Þórunn, við höfum ekki meiri tíma í dag, þakka ég kærlega fyrir að koma að spjalla við mig. Við tækifæri náum dýpra spjalli saman ásamt fleiri meðstjórnum mínum í rauðum raunveruleika. Ég óska þér og ykkur í samhengi mikilla lukku og styrk í komandi kjarabaráttu sem að virðist stefna í að verða hörð. Takk kærlega fyrir, Þórunn. Já, bara kærar þakkir og takk fyrir að fá að koma. Takk.